call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name. Death is now your sting, and where, oh grave, your victory. And now where, oh death is now your sting, and where, oh grave, your I call you Jesus, I call you friend, I call you Jesus, I call you friend. Oh, I love you, Jesus. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name. Tak Jezus! Tak Jezus! Tak Jezus!
Takk for jeg elsker. Takk for jeg kjenner akkurat elsker. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Yes. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. There'll be no war. There'll be no fear when Jesus comes. Let today be the day. Yes, you come for the weak, the strong just the same, and all will believe, yeah, in the power of His name. Yes. Oh, come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Jesus, come. And one day He'll come and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by the rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now.
turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Come Jesus, come, Jesus, come. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Sing it. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy are you, Lord God Almighty. Yes, you are. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, you are Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, you are
Já, hann var búinn að lofa, ég mætti vera niður út af sérstökum fótabúnaði. Heyrðu, maður bara hás að syngja með. Velkomin, United Reykjavík samkomu. Er ekki glöðir séu hér? Við erum að reyna loft út, hrannar til að hækka í ljósunum. Þannig ég sjáu fólki, það er svo mikið af fallugu fólki, útitekið og komin í sumajakka og sumaskýrtuna, allir og sætur og fínir. Það er gaman að sjá okkur allsumul og við ætlum að, já, ég lofaði að vera ekki oframalega. Sko, þannig er að við höfum tækifæri á hverju samkomu til að taka samskot. Og samskotin í kvöld, eins og flest önnur kvöld, það er til styrktar starfsins í United Reykjavík. Þannig endilega takið þátt vegna þess að orðið segir, þetta er samskot, vegna þess að allir eru svona chip in. Og það er pósið aftast og svo er Einar með, held ég, bauka, einhver staðar. En okkur langaði svona í kvöld, er aðeins öðruvís í kvöld, hann Björn Ingi ætla að tala til okkur eftir og hann segir ykkur hans betur frá því að það búið að vera svona ráðstefna alla helgina, svona Jesús ráðstefna sem hann ætla aðeins að tala um. Og við sem erum að eignast Jesú og ganga lengi með honum, okkur langar svo að segja frá og láta ykkur vita hvað þetta er stórkostlegt. Þetta breytti líf okkar allra sem tókum þetta skref, hvort sem þú gerði það fyrir viku síðan eða helgina eða fyrir 35 eða 40 ára síðan. Og ég held að það sé jafnvel meira en 40 ára síðan Björn Ingi tók. Hvað ertu gamall í trúnni? Það maður það ekki, hann er svo gamall. Herði, en mér langaði að gefa ykkur 53. Oh my god. Herði, allavega. Þannig það sem mér langaði að gefa ykkur í kvöld, út í að við ætlum að fá vitnisburða eftir og Björn Ingi ætlar að vera síðan með kennslu, þannig ég meina litla kennslu handa ykkur. Og fyrir nokkrum árum síðan þá var ég á ráðstefnu fyrir fólk sem var að vinna út í, ég var í hjálparstarfi í Afríku og við vorum svona að bera saman bækur okkar og hann gaf okkur svo góða samlíkingu þegar við erum að fara sérstaklega það sem er takmörku tungumála skilningur en líka bara fyrir fólk sem er að byrja göngu sína með Guði. Og mér finnst þetta svo góð samlíking þannig að og svo á ég líka mína persónulega sögu í sambandi við það hvernig börn elska dúkkuna sína eða bangsann sinn og líka bara út af því ég fengi oft þessa spurninga hvernig veistu að Guð elskar mig? Og sérstaklega eins og ég segi að þegar ég var að vinna í þessu hjálparstarfi þá var oft sem það var aldrei spurning hvort Guð væri til eða ekki. Það var aldrei spurningin. Heldur, hvernig sér hann mig? Hvernig veit ég að Guð elskar mig og hefur áætlun fyrir mitt líf? En það var allir með það á hreinu og mér var svo stórkostleg trú og meðvitund það að Guð væri til. Og sagan sem ég ætla að segja ykkur í kvöld er sönn og persónuleg. Og það var þannig að dóttir mín, þegar hún var, ég veit ekki, svona 5-6 ára, þá vorum við að fara í blómabúð í Hafnarfirði og við löpum inn í blómabúðina og hún lítur upp í hilluna og ég man hún var vinstra megin í blómabúðinni og hún horfir upp og ég er eitthvað að spá í hvað hún er að horfa út í. Við vorum ekkert að fara að versla fyrir hann inn í blómabúð. Og þá sé ég að það bangsi sem er svona liggjandi á efstu hillinu og horfir á hana og þau horfast í augu, þetta var semst bangsi. En það varði eitthvað svona bara, og hún bara varði að eignast hann. Og þetta var einhvern veginn svona moment að ég og pappina við ræddum málinu og segðum bara, hann er æðislegur ef ekki að kaupa hann handinni, sem við gerðum. Og áður við komum heim þá var þessi bangsi fekk hann nafni Perla. Hann var perluhvítur með perlu gull augu og hann var svo mjúkur og svo fallegur að við vorum öll bara, Perla var fullkomið nafn fyrir bangsan hennar. Svo hófst lífið með þessari ungu stúlku minni og Perlunni. Og þær hafa nú gengið í gegnum ýmislegt. Alltaf þegar hún fór í sleepover eða fór til ömmu þá dröslaði hún Perlu með og við fórum í ferðalag og það kom Perla. Og síðan þegar hún óx úr grasi, hún fór nokkra spítala heimsóknir og þá var Perla með.
Og svo þegar hún fór au-pair til Bandaríkjanna og ég bjó rúmið hennar, þá var ég alltaf með perlu á rúmið hennar. Svo fór hún í biblíuskóla til Kanada og þá passaði mig, ég setti alltaf perlu á rúmið hennar og hún elskar hana perlu sína. Og ég veit það, ástæðan fyrir að hún elskar perlu vegna þess að hún á hana 100%. Perla bangsi bangsin hennar og hún elskar hann 100%. Mér þykir líka rosalega vænt hennar bangsa úti því ég þekki söguna. Nema svo eignaðist hún kærasta sem var maðurinn hennar og hann sá perlu og hann bara, þetta bara, þú veist, má ekki henda þessu. Það ekki einu sinni hægt að gefa þetta upp í ABC, hann svo ógeðslegur. Og mín dóttir alveg bara. En virðið sem að Perla bangsi hefur fyrir dóttir mína svo mikilvægt út af því að Perla hennar. Hún á hana, hún tilheyrir henni. Og ég fekk hann lána það. Það er að sýna ykkur Perlu. Þannig þið skilji kannski eiginmanninn hennar þegar þið sjáið hana. Þetta þessi dýrgripur og hún lá svona og horfði á hana þegar ást við fyrstu sýn var. Og hérna en það sjást varla augun vegna þess að, og hún ég veit hún með fullt af pöddum og bakteríum, en hún elskar hann jafn mikið í dag og daginn sem hún var perlumjúk og glansandi og fín. En hún og ég skil það vel, þegar lítið barn, nýfætt barn, og Arnar alveg með á hreinu að þetta dýr kemur ekki nálægt litla fallega hreina barninu, út af því að þeirra samband Arnars og Perlu ekki það sama og Ingu og Perlu. Þær tilheyra hvor öðru. Perla tilheyrir Ingu. Og það eins með þig að þú tilheyrir Guði. Guð á þig. Þess vegna elskar hann þig. Ekki út af því að þú ert lítalaus, hefur aldrei gengið í gegnum neitt og ert fagur, mjúkur og fallegur. Heldur hann elskar þig út af því hver þú ert og þú ert dóttir hans og sonur hans, þess vegna elskar hann þig. Þannig það engin svona, af hverju elskar hann Viktor eða Maríu eða Hilmu, veist, hver munurinn? Það ekki munur vegna þess að þú tilheyrir honum, hann pabbi þinn og hann elskar þig. Og það þessi sannfæring sem að ég hef að Guð faðir minn á himnum, hann elskar mig svo mikið að ég dóttir hans, en hef ég ykkur tíma skýtu upp á bak? Já. Hef ég ykkur tíma að gefa honum ástæði að segja bara, heyrðu lauf mig. Ok, þú verður nú bara að byrja frá grunni, þú mátt fara að koma hérna fram til fyrirbæni og taka á móti Jesú aftur. Hann hefur aldrei sagt það við mig. Hann bara elskar mig að því ég hans og ég elska faðir minn á himnum sem sendir son sinn. Og vitið hvað? Að Jesú, hann fór á krossinn á meðan við vorum syndarar. Og hann dó fyrir mig meðan lífið mitt var svona bara alls ekki í góðum málum. Og hann elskar mig jafn mikið í dag og daginn sem að hann keypti mig með blóði sínu. Og það finnst mér svo stórkostlegt við hjálpræðis. Og það stendur, það var nær Björninga og geta hann leiður upp mig, að hvorki dauðin líf, englar né tignir, hvorki það sem að við erum að gangi í gegnum í dag eða við eigum eftir að gangi í gegnum, það var eitt enn. Hásætt og herradóm, ekkert getur gert mig viðskila við kærleika hans, Jesús Kristus, drottinn minn og frelsari. Amen. Rómverjabréf 8, 38, eitthvað svo lýst. En allavega það sem skiptir máli að það ekkert sem gerir þig viðskila við kærleika hans. Ekki einu sinni þótt þú sért orðin hálfblind og skítu og þyrfti nú alveg, elsku Perla mín, það væri nú hægt að gera eitthvað fyrir þig. Jæja, amma sér til. Heyrðu, takk fyrir þetta og Guð bless ykkur og Guð hefur góða áætlun og bestu áætlunina fyrir þitt líf. Amen.
How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song was still so I throw in my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw in my hands, praise you again. It's all that I have it's not much, nothing else fit for a king, except for the heart singing Come on, my soul, don't you get shy, lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy, lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Synge med sammen. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for the heart singing. Hey,
Send for the heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I am is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah. Hallelujah. Tack Jesus. Hvernig virkar þetta? Ég fyrir ekki gert þetta á þessu galli. Já, ég næri ekki að halda á hann. Það er að hafa þetta bara. Ég er ekki svona pró eins og þið. Ha? Það er sniðar kannski. Bara eitthvað basic. Þetta er ekki svo rækslíf það. Já, takk fyrir. Hafa biblíuna hérna. Herru, þú mátt hafa ljósin bara svo vilt eins og er bestur í myndavélina og hvernig sem er. Herru, ég er búinn að vera frelsaður í 20 ár, rúmlega. Amen. Og ganga með Jesú. Og sem er svolítið magnað, ég held ég myndi bara ekki lifa lengur en 20. Ég held ég myndi taka líf mitt. Það var svo þunglynt og óvíslegt. En Guð hafði önnur plön. Herri, ég ætla að lesa hver nota ChatGPT. Ég geri það allan. Það er svolítið. Það taka smá inngang áður en að biblíuna. Hversu merkileg biblían er. Ég ætla ekki að hafa þetta langt að ég veit að Björn Ingi ætlar að tala til okkar. En biblían, ég var eftir að sletta svolítið á ensku. Ég vona að sé ykkur sér saman það, ég les svo mikið ensku. Biblían er mest selda og útbreiddasta bók mannkynssögunnar. Talið er að 57 milljarðar eintaka hafi verið prentar og dreift í gegnum aldirnar. Engin önnur bók kemst nálægt því magni. Hún hefur verið þýdd á fleiri tungumálum en nokkur önnur bók. Hlutar biblíunar hafa verið þýddir á þúsundir tungumála. Öll biblían er til á hundruðum tungumála og að minnsta kosti einhver hluti hennar til á meira en 3000 tungumálum. Biblían er meðal mest lesnu bóka heims og líklega sú mest lesna. Vegna þess að kristnir menn eru yfir 2 milljarðar allan heim er biblían lesin reglulega af fleiri einstaklingum en nokkur önnur einstök bók. Einhvers heyrði ég sagt að með þess að biblían er mest stolna bók í heimi líka. Ég veit ekki, það er ekki tölfræðilega staðreyndir fyrir því, en það er allavega það. Ég ætla að lesa hérna aðeins meira. Mest prentaðasta bók sögunnar, mest dreifða bók sögunnar, mest þýdda bók sögunnar. Ein elsta bók sem hefur verið í samfelldri útgáfu fram á okkar daga. Áhrifamesta bók vestrænar siðmenningar. Lesin opinberlega á hverjum degi einhvers staðar í heiminum. Heilög reikning fjölmennustu trúar heims kristninnar.
Þannig að þetta it's not a book, it's the book. Og Jesús sagði, himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Og það þessi Biblía, hún hefur staðið tímans tönn. Og jafnvel í stafrænum heimi eins og í dag, þá þetta samt enn mest prentaða bók í heiminum. Það engin bók sem prentuð í eins mörgum upplögum eins og Biblía. Nei, ég vildi bara koma með það svona fyrir ykkur sem eru kannski að stíga fyrstu skref í trúnni og jafnvel trúi ekki á þess að. En þá þetta alveg merkileg bók og rauður þráður gegnum þessa bók Jesús Kristus og hann upprisinn sonur Guðs. Og hann kemur og getur komið inn í innsta fylgsni sálarinnar og farið inn inn í hjartað þitt og inn í the core of you, ég að segja þannig, og læknað og list, jafnvel lygi eða einhver ranghugmynd eða eitthvað sem hefur brotnað í æsku eða brotin í æsku á þann hátt sem ég persónulega held að væri fræðilega ekki hægt sko. En já, ég heiti ég helst ykkur í þessu nafni, þetta var svona smá input en ég ætla að segja ykkur frá mínum vitnisburði og ætla ég að koma með vers sem í það smá kvefaðar hérna. Fyrsta Korinthubréf 13:11. Það þegar ég var barn þá hugsaði ég eins og barn. Þetta hérna einhvers staðar. Smá kaos í. Sorry, Björn Ingi. Þetta hérna einhvers staðar. Já, þetta það. Þegar ég var barn, talaði ég sem barn, ég skildi sem barn og ég hugsaði sem barn. En þegar ég var maður, þá lagði ég niður barnskapinn. Og þegar við erum börn, þá common sense ekki bara orðið að raunveruleika. Og það margt sem við lærum bara í göngunni bara með því að fullorðnast sem ekki aðgengilegt þegar við erum börn. Og ég lenti í því þegar ég var 12 ára, 12-13. Og hvað valdi því? Ég veit ekki hvað akkúrat gerðist. En það gerðist og það stendur í orðinu í Efesubrefi að barátt sem við eigum í ekki við menn að holdi á blóði, heldur heimsdrottna þessa myrkurs. Og ég fekk smá smjör af því þegar ég var 12 ára og ég ætla bara ekki að tala vonda kallinn eða hinn vonda eins og margir segja, ég kalla hann bara djöfulinn. Það ekkert annað sem lýsir því sem ég upplifi og orð Guðs talar mjög ríkulega vélabrögð djöfulsins og hvernig hann starfar and how he tries to manipulate your mind. Þegar ég var 12 ára þá var bjóði hérna í Flúðaseli og mamma og pabbi að gera upp heimili heima og djöfullinn gefur mér hugmyndafræði sem var 100% lygi en hún hafði ekkert vægi fyrir mig og hún var í lygi af því að ég trúði lyginni og þá var hún raunveruleg, mjög raunveruleg, þannig að ég lifði lífinu mínu trúandi á hluti sem eru algjör lygi og algjört bull en það var þannig að ég var sem sagt heima og ég man ekki hvað þetta var voru speglar út allt og ég man ekki hvað þetta var að setja upp spegla, að taka niður spegla og ég að leika með svona í speil
bara eins og, þú veist, eins og hún gera eitthvað og svo kemur mamma svona fyrir aftan mig, ég seti í stól, ég seti í stól og hún tekur speilin svona upp fyrir mig og ég sit og ég tek hann upp fyrir mig, horf í speilin og heyri ég bara svona wickedness voice, bara mjög skýrt, sem sagði mig, þú fórst inn í speilin og fólkið sem að þú sérðir í kringu þig er ekki bróðir og mamma og pappi heldur, líta þau bara eins út en þú ert komin í einhver svona hliðstæða veröld. Og eins mikið og það var mikið lygi, þá var ég barn og ég skildi ekki hvað það gerst og ég trúði lygi. Og ég trúði að konan sem ég var að horfa á var í rauninni ekki mamma minn, heldur leit út eins og mamma minn og ég var komin í einhver svona hliðstæða veröld. Og og ég náttúrulega eitthvað 12 ára og ég bara panika. Ég bara, hvað í gangi, sko, ég vissi ekki, eins og ég segi, maður hugsaður eins og barn, maður skilur eins og barn og maður bara barn og heilinn ekki honum þroskaður, maður er svo auðvelt að manipulate your mind when you're a child, skilur, það svo aðgengið svo auðvelt að því að þú trúir öllu. Og ég panikaði en ég heyri röddina segja, ef að konan sem var mamma minn, hann sagði konan sem er þarna, ef hún lætur þig hafa speilin með sama móti hún tók hann frá þér, sem sagt ég tók hann upp fyrir og hún réttir hann svo niður aftur, og réttir hann svo aftur niður og þú horfir í speilin og maður taka þig út úr þessari veröld. Og ég panika og fæ þessa konu sem var mamma minn, herru, getur þú rétt bara eitthvað speilin, mamma vissi náttúrulega ekkert hvað var að gerast, sko. Ég var náttúrulega bara, var bara 12 ára held ég á bar með þess að fá bara, hvað kallast það, svona, já, eitthvað, ég var náttúrulega bara, þetta var mjög sérstakt. Og allavega, mamma rétti mér í speilin, ég tekur í speilin, horfi í speilin og þá heyri ég röddina áttu sér, nú er ég búin að taka þig út úr speilum, nú er aftur fólkið sem sér, þetta eru bræðurnir og þetta er mamma og pappi og ég trúði því. Og bara ein lygi, hún bara umturnaði lífið mér, ég var 12 ára og næstu 10 árin fór ég bara í gegnum hell on earth, bara. Og í hvert skipti sem ég var nálægt einhverjum spegli var ég alltaf að, og þá var alltaf í hvert skipti sem ég horfði í speilin, þá var ég ekki að horfa á sjálfa mig, heldur að horfa inn í hliðstæða veröld á mann sem leit út eins og ég. Þetta var alveg bara, og ég var búinn að trúa lyginni, þannig að þetta var alveg raunverulegt fyrir mér og ég var bara í þessum heimi. Og út úr honum og allavega og þessi rödd, hún stýrði og stjórnaði hegðun minni frá því ég var 12 ára, alveg þá til ég frelsaðist 21, 2, 3. Og alltaf í hvert skipti sem ég horfði inn í speglana, þá heyrði ég oft sagt, nú ertu komin inn og þú ert að horfa aftur til að komast út. Og það var þá 1, 2 og þá kom alls kyns svona tölur, þetta var alveg bara, með einni lygi kom alveg bara aragrúi af alls kyns lygi með, alls kyns svona, hvað heitir það, svona, það sem þú endurtekur aftur og aftur, svona, kækir og svona alls kyns sem kom með þessari lygi og sem kom í kjölfarið af þessu. Og ég var alltaf að fara inn og út og svo var ég byrjað að kveikja og slökkva ljós og læsa og ég var alveg bara, ég var lost in mind, frá því að vera bara eðlilegur lítill strákur, ég að vera bara ungu strákur sem var bara alveg lost, ég vissi ekkert hvað var, mamma og pappi voru bara, hvað í gangi, hvað að gerast með strákinn, hvernig, akkur að kveikja og slökkva og akkur að labba inn og ég labbaði inn og út hurðar og ég var alveg lost, ég bara, ein lygi, hún bara umturnaði lífið mínu algjörlega. Þó það var eins og segið, þó það var 100% lygi, en af því trúðinni, þá var hún raunveruleg. Og svona hélt lífið mitt mjög fljótlega, bara 13-14. Mamma, málið var að mamma fór alltaf til spákonu. Frændi minn, konan hans, hún var spákona á miðill og mamma fór til hennar mjög oft og tók mig með. Ég held að eitthvað gerst sem ég veit ekki hvað var nákvæmlega ekki þá. Allavega, það var eitthvað sem kom meira heimilið sem átti ekki að vera þar. Og mjög fljótlega upp á þessu, þá fer ég að sjá alls kyns hluti. Ég fer að sjá einhverjar verur í myrkrinu, alls kyns hluti. Og bara svona ómeðvitað þá byrjaði ég bara að leita í miðla automatist af því ég vissi að þeir voru að
eitthvað að tala við eitthvað fólk handan og voru að sjá allskins og mamma var búin að vera í þannig að ég fór hægt og rólega að leita í það því að ég vildi komast að í hvað ég var að upplega, hvað ég var að sjá, hvað allar þessar raddir voru, það var ógíslega, hausinn var fullar af röddum, það var ógíslega. Eftir þetta speiklarugl þá bara fylltist hausinn mér af einhverjum röddum sem voru bara, bara að koma gegn mér, út ógíslegur, út mórðingi, út nauðgari, bara, alveg bara, svoleiðis var þetta í 10 ár. Dag eftir dag, mínútu eftir mínútu, dag eftir dag, klukkutíma eftir klukkutíma, alla dag, bara mind raping, sko. En allavega, ég byrja að leita í miðla og af því að það var einhvern veginn, mér fannst Guð verið því. Eina andlega sem ég hafði í rauninni kynnst var bara það sem mamma kom með inn á heimili og það var í gegnum þessa spákonu sem var og ég fór til hennar og hún sagði mér eitthvað hluti og ekki man ekki af nákvæmlega hvað var, það var allskins eitthvað rugl og en allavega ég fyrir svona kannski að þróa með mér svolítið og ég sá alltaf eitthvað í myrkrinu og þetta er rosalega erfitt með að sofa. Það var alltaf einhvern veginn eitthvað fólk fyrir utan herbyggja á mér að horfa á mig og alltaf að teygja sig svona í áttina á mér og ég bara, ég vildi bara burtu með þetta, ég vildi ekki fara, ég vildi ekki vera með þessar raddir, ég vildi ekki vera að sjá neitt fólk, ég vildi ekki vera að upplega einhverja hliðstæða veröld, eitthvað bull, ég vildi bara losna við þetta og þannig að ég fór að leita í miðla og mamma tók mig til nokkra miðla og þeir sögðu við mig, sko, og ég sagði og ég man ég kom einhvern tímann inn á einhverja stofu og ég man ég hvað, ég ætli að vera 14 ára eða eitthvað og ég kem inn og það er svona dökkt herbergi eins og þetta, engin ljós og einhver gaur og ég horfi inn í horn og ég sé bara einhverja verur í horninu fullt af einhverju liði, einhverjum öndum og ég feti mig þess að ég segi, sérðu fólkið í horninu andana eða fólkið eða hvað þetta er og hann sagði, já, ég sé það og ég segi hann sögðu mér og hvað ég er að upplifa og hann segi bara, þú ert topp efni í miðil þú ert bara að þróa þetta með þér en þú ert að læra að stjórna röddunum og stjórna hvað þú sérð og hvað þú sérð ekki og ég var bara, ég stjórna ekki neinu, þetta er bara alltaf í huganum, þetta er alltaf að brjóta mig niður, ég er að sjá þetta alls staðar og ég er bara að losna við þetta, getur ekki bara losa mig við þetta, ég er bara að losna við þetta, ég er bara að vera eðlugur og vera ekki að díla þetta rugl og ég fer í heilun, setjum á borðið og fer í heilun og eitthvað allt í gangi, ég man að eftir hverja heiluna var ég bara vestnaði þetta, og svo var ég eftir að fór til aðra miðla og alltaf í heilun og ég var bara orðin bara, í rauninni bara, inn í mér var ég bara rosalega geðugur, sko, ég var alveg bara rosalega geðugur og ég var orðin bara með hugsanir og ég var með hugmyndafræði í huganum sem var bara soðin saman í helvíti einhvern veginn og þetta var ekki gott líf og á unglingsaldri og bara átti að vera að upplega einhver aðra hluti en þetta en allavega ég faldi þetta rosalega vel með því að vera bara hress í gæinn og vera alltaf að bulla og ruggla og ég var aldrei sko þrátt fyrir allt þetta ruggla var ég, átti ég vini og gekk reyndar ekki vel í skóla, gekk mjög illa í skóla og bara fókusera yfir höfuð, ég átti erfitt með að fókusa á einbeitingu og rosa mikið, áreita hugan alltaf, erfitt með að slaka á og alltaf rosalega tens og svona sem var alltaf eðlilegt í ljósi hvað hafði gerst sko. Þannig að já, ég átti vini og það var aldrei neitt sko og það var heilt bara svona helgadjam. Ég datt bara í það helga niður í bæ og það bara reykja. Ég fór aldrei í dóp. Ástæðan fyrir ég fór ekki í dóp var vegna þess að ég átti frændur á sitt hvoru staðinum, bæði mömmu megin og pappa megin. Og þeir voru báðir á kafi neyslu og þeir voru mjög illa settir og mjög erfitt hjá þeim alltaf og ég hugsaði mér, ég get ekki farið þarna líka, ég er nóg með mitt. Allavega svona gengur þetta í gegnum 12, 13, 14, 15, 16, 17, ég er orðinn sko 17 ára gamall, ég orðinn alltaf bara hvað og það trúður svo margir í minni fjölskyldu að var ég sko líf eftir dauðan og maður var endalaust að uppskera ef þú gerir eitthvað slæmt í fyrir lífi sko þá varst að uppskera í þessu lífi og kolla og ég kom til mömmu einhvern veginn að pappa og ég sagði bara hver var ég í síðasta lífi sko, ég hlýtaði að vera Hitler eitthvað, þetta er alveg skelfilegt sko, ég bara
og pabbi kom til mig, hvað meinar, heyrir raddir, hvað er það? Og ég bara, ég veit það ekki, bara heyrir raddir og það er í hausnum á mér alla daga, talandi til mín, ógeðslega hluti, sko. Og þetta er að, ég meika þetta ekki, sko, þetta er eiginlega bara að fara með mig og þá er ég búin að vera í þessi mörg ár, sko. Og allan tíman að reyna að leita að Guði líka, óbeint, sko, þú veist, maður var alltaf að, svo held ég einhvern veginn 18-19 þá fer ég náttúrulega bara inn á geðdeild af því að ég var náttúrulega bara orðið geðugur og en gat samt alveg fungera í samfélaginu, setti bara á grímu, skilurðu, var bara hressigæinn en svo er ég bara inn í mér var ég bara að rotna, alveg bara rotin og að ég man að félagi minn spurði mig einhvern veginn, hvort viltu vera hamingjusamur eða fullt af peningum og ég bara fullt af peningum, af því ég veit ekkert hvað hamingja er, ég hef aldrei upplifað slíkt, þannig að það var allavega, ég fer inn á geðdeild, ég gefin einhver geðlyf, kem inn maður í vígbaldur og skell og er alveg að tapa mér og það svona gaf mér einhver að róa mig aðeins niður en ég var alltaf með þessar raddir, sko, raddir í hausnum sem voru að gera mig alveg snar bilaðan, sko. Og svo allavega og svo er ég á djamminu og það spyrst út í vinahópnum að ein vinkona mín sem hafi verið í svona hliðarhópi á svona kjarnin okkar sem var að detti í það og svo var svona annar kjarni sem var svona hliðarhópur og þeir voru meira í eiturlyfjum og ég veit að þessi stelpa hún sem sagt byrjaði bara með að drekka og svo endaði með að fara yfir í eiturlyf og hún var svona orðin svona svolítið þreytt maður sá, sko, eftir þú veist, árin liðu hvernig henni hrakaði, hún var rosa horuð og baugandur með bauga og orðin svona rosa þreytt og svona tekin og maður sá að þetta var að taka toll á henni og hvernig og svo líði einhver 2 ár og þá spyrst út í vinahópnum að hún hafi frelsast og ég hafði svo sem enga skoðun að ég taldi mig alltaf vera eitthvað svona hátrúaðan, sko, trúði að það væri klálega eitthvað andlegt og það klálega einhver andaheimur að úti, sko, þó ég hef aldrei kynnst neinu á hann og nema bara illskunni einnig saman, aldrei og en ég vissi að það var eitthvað andlegt og ég en ég þekkti Jesú ekki, ég þekki ekki Guð Biblíunnar, þetta var allt bara, þú veist, allt í bland og allt í hrærigrund og hún spyrst út og hún hafði sér frelsu sem mætti í krossin og þarna á þessum tíma, þetta er kringum 2000 og þá krossin rosa statement, sko og það var svona ofsatrú og þú veist, allir heilaþegnir og eitthvað svona og ég var ekki alveg að gúttera það einhvern veginn en samt var alveg til ég að skoða það því að mér leiði svo illa, sko og ég svo erum við einhvern veginn að fá okkur ís bara félagarnir, ég og vinur minn og kemur hún út úr ísbúðinni labbandi, hún er eins og engill, sko þú veist munurinn á henni var svo mikill að þú veist, við báðir sögðum við hvern annan og við vorum ótrúaðir, þekktum ekki Jesú, þekktum ekki Guð og við sáum hana og við bara, hún á eitthvað sem við hefum ekki, þetta er þessi breyting á henni, þetta er eitthvað meira heldur en bara, þú veist, eitthvað heterolíf, sko, hún bara ljómar, sko, hún var brosandi og hlæjandi og svo gaman hjá henni og ég hugsa með henni bara, ég ætla að pröfa þetta, ég ætla að tjekka á þessu Jesú-dæmi, saka þér ekki að pröfa, skilur, ef þetta virkar ekki, þú veist, þá bara, skilur, ég nenni þessu ekki, ég nenni ekki að vera lifandi dauður, skilur, af því að það var líðan minn, ég var bara lifandi dauður, ég var með opin augun, en ég var dauður innan og rotnandi og mér leið ógeðslega illa og það var búið að manipuleita huga minn svo mikið að ég var eiginlega bara, þú veist, var ekkert í takt við raunveruleikann, sko, það var svo mikið og þessu, og að trúa þessari lygi, það bara opnaði, þú veist, ein lygi og það kom bara 100.000 aðra lygar með þessari lygi og ég bara, þú veist, hugurum að bara gegnum sósar og tekin af einhverju djöfulegri ímynd og þarna sá ég bara eitthvað svona wow, eitthvað svona ljós og ég verð að tjekka á þessu, sko. Ég verð bara, þessi breyting, hún er eitthvað yfirnáttúruleg. Eitt er að vera edrú og svo er að vera svona. Þetta er eitthvað annað, sko. Og og ég
sko, nei, ég ætla að nefna eitt áður en ég kem að þessu sem var ótrúlega magnað. Það var svona fyrstu kynni mín að væri til Guð, það var rosa magnað. Ég var hérna, var áður en harpan var hérna byggð, þá var svona, voru hérna smábátar, svo var eitthvað svona visthús sem var eitthvað vörður og það eru vítar, það sem að siglir inn í Reykjavíkurhöfn, það eru vítar sikkur megin, guli vítar. Ég veit ekki hvað þetta allavega, þið vitið það örugglega. En allavega, ég geng svona fram hjá honum út af vitanum og ég alveg búinn að því. Ég var búinn að detti á klukkan var á 6, ég var runnið af mér og ég bara, hendi ég bara í sjóinn, tekur enginn eftir þessu. Sér nennið, þetta alveg að drepa mig, mér líður svo illa. Og enginn dagur, það ekki til hamingja, það ekki til neitt í lífi minni sem er smjör þegar að vera hamingju eða vellíðan eða neitt. Það hafði ekki kynnst neinu svoleiðis í 10 ár. Og hérna, ég kom mér hérna út og ég sit bara á horfun í sjóinn og svo heyri ég bara svona rödd, bara ekki gera þetta, þetta er ekki lausnin. Og einhvers vegna þá hlustaði þessa rödd, og ég labbaði tilbaka og það er svona hlaðinn garður meðfram sjónum sem er ennþá daginn dag og ég labbaði svona meðfram niður á sjónum og sest á stein og var að horfa ofan í sjóinn og það sést mér vel ofan í sjóinn, það er svona lengt og ég sé faran og allt sem er ofan í sjónum og ég sé svolítið vel ofan í sjóinn og ég segi, Guð, ef þú til, geturðu sýnt mér það með einhverju móti, og af því að sjórin var fyrir fram að ég sagði, komdu og láttu fiska koma svona, bara 1.000.000 fiska bara synda svona í átt að mér einhvern veginn. Og svo er ég að tala Guð, svo horfi hann í vatnið og lo and behold, það er bara fiskar bara. Og ég var ekki trúaður sko. Og ég bara horfi hann í vatnið, ég bara, vá, hvað er í gangi hérna sko, ég ætlaði ekki að trúa því sko, bara 1.000.000 fiska, syndandi í átt að mér svona. Og svo horfi ég aftur og það var að fara og ég bara, vá, hvað var þetta maður? Var ég að ímynda mér þetta? Guð, eða varst þarna, má ég sjá þetta einu sinni uppátt? Þetta var svo, og allavega, og svo er ég bara horfið í vatnið og það er ekki neitt og svo er ég eitthvað, please, leið mér að sjá þetta og svo horfið inn í vatnið og þá gerist það aftur og bara fiskar og alveg bara 1.000.000 fiskar að synda að mér, fór út allt sko. Og þá fekk ég svona bara, wow, það er eitthvað, ok, það er kannski eitthvað þarna sem að mjög fljótlega þá sé ég þarna vinkonu mér þarna. Og hún verður með svona svakalega vitnisburðar, ég ákvað að hringi í hana. Ég þekkti hana ekkert rosalega mikið en ég hringdi í hana og kannaðist ekkert við mig og svona þetta óvala awkward. Og en allavega ég hringi í hana og segi hana, herri, ertu ekki að mæta hana eitthvað í krossinn og er eitthvað möguleg séns og getur hitt með hana og mér langar að eitthvað tjekka á þessu og ég hringi í hana svo mæti ég, hún er ekki mætt og ég labba bara inn, sest á aftasta bekk og fylgist bara með það sem er í gangi, þetta var svona svolítið kraftur að inni og svolítið magna og ég þekkti ekki neitt að þessu og þekkti ekkert fólk og var bara einn og fylgdist með og svo þegar Gunnar er búinn að predika og þá segir hann, er einhver inni sem vil taka á móti Jesú Kristi sem persónulegum frelsara sinn og þá byrja bara svona tung, bara í orðsins fyllstu merkingu og þá leið mér eins og að vera að banka á hjartað mér og tuk og ég bara, hvað er í gangi? Þetta er magna. Og svo eitthvað, hann býður fram til fyrirbanda nokkur sinnum og ég fer ekki fram. Bara þorði ekki. Og hann hættir eitthvað að tala um þetta og ég segi, klikkaður maður, ég átti að fara fram. Svo kemur hann, já, ég finna á mér að það er einhverjum inni sem það er að taka á móti Jesú Kristi og ég geng fram, það var einhver önnur stelpa sem stígur fram, ég fer fram og þar með það, ég fer með frelsisbænina og þá gerðist eitthvað alveg nýtt sem ég eiginlega bara mjög fljótlega fer ég að fara þessar raddir það fara allar út af hraustum á mér, ég hætti að heyra raddir bara fyrsta skipti bara í 10-12 ára eða eitthvað ég var búinn að leita í allt sem ég gat til þess að losna við þetta í öllum mögulegum leiðum og svo bara játa í Jesú bara svona einföld trúarjátning
og það bara búmm, það bara gerist eitthvað og hægt og rólega fer Guð bara að vinna í hjartanu, fer bara inn í það sem lygin einhvern veginn, þú getur verið með eitthvað inn í hjartanu sem að enginn veit, skilur, nema þú, jafnvel sko konaðin veit það ekki, eða kærastæðin veit það ekki, eitthvað sem að bara þú einn býrð af, einhverja hugsanir, einhver lygi, einhver brotin veruleiki sem að þú situr hérna upp með og Guð hann bara kemur inn í það, sko, ótrúlegt, sko, hann kemur inn í með lækninguna, hann kemur inn í það með orðið sitt, þetta magnaða orð hérna, og þegar við byrjum að lesa orðið, og það stendur í orðinu að orðið er lifandi og kröftugt, og það er hérna svo sannarlega það sem orðið er. Þegar maður byrjar að lesa orðið, og ég man að ég bara eftir ég frelsaðist, þá bara varpaði ég öllu frá mér, öllu sem ég var að gera. Ég var í ræktinni, ég er ekkert að segja endilega verið í ræktinni, sko, en það einhvern veginn bara, ég vil þetta, ég vil meira af þessu, og bara veljan sem kom með því að vera tilheyra Jesú, og bara lesa orðið, og það bara fór að fyllast, og ég fór að finna fyrir ánægju, ég fór að finna fyrir kærleika og allskis einhver sem ég hafði ekki, bara vissi ekki þess að það var til, sko. Og hægt og rólega bara byrja Guð að græða sárin og taka í burtu alla þessa ranga hugmyndafræði sem var búið að koma inn í huga menn, skilurðu, með orðið sinu, og svo fæ ég heilagan anda. Við fyrir alltaf að tala einhverjum tungum, það var ótrúlega magnað. Ég hafði það alltaf magnað, ég var bara gaurar í kirkjunni, alltaf 2 gaurar sem að sátu fremst og ég var alltaf að tala tungum, ég var bara, hvað er þetta, man? Líka þetta skrítið. En einhvern veginn ótrúlega magnað einhvern veginn. Svo ég var að tala einhver svona foreign language, einhvern veginn sem að ótrúlega magnað. Ég sagði, Guð, ég vil fá þetta er eitthvað alveg magnað. Og þá svo frétti ég að setja mér að þetta var skírn í heilagum anda. Og Guð skýri mig. Guð geði mig skírn í heilagum anda. Og ég fekk tungudal, það var ótrúlega magnað. Og gegnum tungudalið, þar hefur komið rosaleg lækning, sko. Ótrúlega lækning. Ímyndaðar að biðja, þegar við biðjum á íslensku, þá erum við bundin við það hversu mikið við vitum, og jafnvel vitum Guð, og í samburði við Guð þá vitum við ekki neitt, sko, í rauninni, ekki neitt. Og ímyndaðar að biðja út á tungumáli sem, fer í gegnum allt, sko. Þegar ég beð á íslensku þá er ég bundin við það eins og ég segi hvað ég veit, en heilagur andi veit alla hluti. Þá getur farið inn í fortíðina, grætt fortíðina, inn í nútíðina, hann getur farið inn í framtíðina og raða upp hlutunum fyrir þig og í gegnum tungutalið fekk ég rosalega mikið frið á hugan sem ég held að það var ekki til, sko, því ég þekkti það ekki. Þannig að það var ótrúlega magnað. Fekk bara nýja byrjun og algjörlega nýtt upp með því að taka upp í Jesú Kristi. Bara ein trú, rosa einfalt, en bara algjör bomba, sko. Bara breytti lífið minna algjörlega. Nú er 23 ár síðan ég frelsast. Og bara the level of happiness sem er búið að koma bara í gegnum þessa bók er eiginlega bara, það er ekki til neitt annað sem að kemst nálægt því, sko. Ekki neitt. Takk fyrir mig. Jæja, ég ætla ekki að vera með neina prédikun, þetta var bara frábært orð og mér langar bara í lokin að biðja með ykkur. Ég ætla að tala við ykkur Jóhannes postula, en þegar við vorum að biðja áðan, fyrir samkomuna og biðja Guð að vera með okkur, þá sá ég svona bara innra með mér sýn, bara allt í einu birtist Jesú, bara eins og Hallgrímskirkjuturn, bara alveg eins og Hallgrímskirkja, ofan á þakinu, bara með útréttar hendur, og kom í huga mér, sko, hvað Guð er stór og hvað hann er mikill og hvernig geta komið inn í ótrúlegustu aðstæður í okkar lífi. Og að því að þau eru búin að vitna bæði á undan og hún var að tala bangsa, þá man ég eftir því í bensku að ég átti líka svona bangsa og hann er hjá mömmu núna
og hann var brúnn á honum munnum því ég var alltaf að gefa honum að borða með mér sko. Og svona æskana því þau voru að tala alltaf ekki æskuna, þá man ég eftir því að ég átti frænda sem var mongólíti, bróðurinn af mömmu, og ég heimsótti mikið í Kópavogssæli og var alltaf mikið innan og spilaði gítar með þeim og söng með þeim og fór í bíltúr með mér og þar myndi göttum, þannig að svona ángja mínu uppeldi var svona finna dálítið til með öðrum. Og ég man eftir einu sinni í skólanum, í Skólasundi, ég hef verið svona 13-14 ára, 14-15. Og þá var verið að leggja einn gaurinn í einelti. Það var búið að króa hann af svona út í horni, man alveg hvað hann heitir og allt svona, hvernig hann lítur út, ég ætla ekki að segja nafnið hans, og það var allir svona bara að hýja á hann. Og ég kem þarna úr kallaklefunum og bara sé að króa hann af inn í horni og hann bara er algjöru vörn og segja hvað hann er mikill aumingi og vesalingur og ég riði mig braut hann inn og sný mér að fólkinu og segi, hvað er eiginlega að ykkur? Hvað er eiginlega að ykkur? Ef einhver vill slást og þá fæ ég bara högg í hausinn. Þá hefur Fúsi misskilið þennan greiða, farið úr stígvélinu fyrir framan alla og slegið mig í höfuðið og ég alveg Fúsi, hvað er eiginlega að þér? Greip í hann og ég reyna að hjálpa þér og allir fóru að hlæja og svona sko, en uppeldið það fer ekki frá manni sko, þarna var eitthvað sem var sett í mig í upphafi, móðu minni og fjölskyldu minni og mitt uppeldi í gegnum það sem ég var að sjá og upplifa og svo síðan mér eignaðist ég trúna. Ekki eftir einn vandræði en eitt svoleiðis, það var bara einskjær forvitni, ég þráði að vita hvort að Guð væri til eða ekki. Núna sá ég þessa sýn og Guð er miklu stærri og meiri heldur en við nokkuð tíma getum ímyndað okkur. Og ég trúi því núna að við séum að stíga ný skref. Þessi samkoma hér í kvöld er ekki bara samkoma svo förum við bara heim. Guð er að setja eitthvað inn í þig í kvöld. Og ég vil sjá vakningu á Íslandi og trúi því að Guð vil gefa vakningu og í kvöld er hann að leggja inn í þig svona einhvern klett, einhvern styrk, eitthvað til að, ok Guð, ég ætla að halda áfram, ég ætla að vera með þér. Og vera með í þessari vakningu sem er að koma. Hann er að reisa upp hann er að reisa upp fullt af fólki allt landi og allan heiminn líka og þetta eru bara hermenn sko. Ég ætla að vera með. Ég ætla að sjá fullt af fólki eignast trúna. Skiptir ekki máli hverju þið fortíð er. Hugsið ykkur Egil, búin að gangi í gegnum martröði í 10-12 ár og bara allar að demba sér í sjóun og stytta sér líf. Við höfum öll okkar mismunandi bakgrunni. Hér er komin hermaður. Hér er einhver sem búin að fá upplifa og reyna það að Guð er raunverulegur. Og talandi Biblíuna og Guðfræði, þá er ein bók sem ég held rosalega mikið upp á og bið ykkur að lesa, það er Jóhannes Guðspjall. Og ég ætla að ljúka með því að Jóhannes, hann var svona eyewitness, hann sá og upplifði það sem Jesú var að gangi í gegnum. Hann var eini lærisveinninn sem fór upp á krossinum, hann meðal lærisveinnanna, þegar að, konurnar voru það líka, en þeir flúðu allir og Jóhannes flúði líka þegar þeir voru að handtaka Jesú í garðinum, en svo var eitthvað sem gerðist. Ég ætla að fylgja honum eftir. Og hann fór með honum í gegnum þessa pínu, hann horfði á Jesú fara með krossin, hann horfði á hann neldan á krossin, hann horfði á hann og heyrði orðin þegar hann sagði, Faðir fyrirgeðu þeim þegar þið veit ekki hvað þið gjöra. Aldrei var hann þannig að hann var að vorkenna sjálfur sér á krossinum eða þegar hann bar jafnvel krossin, þá var hann að uppbera þá sem í kringu sig voru. Hann var eins og lamb leiddi sláturinn sem hann þagði. Og svo sagði hann líka við lærisveinana á krossinum og Jóhannes er að hlusta. Í dag myndu vera með mér í paradís. Það var einlægt og auðmjúkt hjarta sem Guð þarf á að við séum. Og þarna stendur Jóhannes og hann heyri líka þegar Jesús segir við hann, Marja, mamma hans, hugsaðu ykkur, mamma sem beint fyrir framan er að horfa á þennan hræðilega atburð, sjá hér er sonur þinn. Það var ekki Pétur eða Filipus eða hinn í lærisveinninn, þarna var einhver sem var til staðar, það var eitthvað í Jóhannesi sem gerði það verkum að hann var tilbúinn að ganga alla leið. Og svo heyrir hann Jesú líka segja, Faðir í þínar hendur fel ég anda minn. Og svo sér hann þegar Jesús leggur höfuðið og herða sér og gefur frá sér andan. Hann er eins og sannur konungur. Þú veist, þegar einhver deyr þá bara fer andinn í burtu og svo leggst höfuðið niður. En í þessu tilfelli þá leggur hann fyrst höfuðið og herða sér. Og Jóhannes lýsur þessi Jóhannes og Guðspjall. Hann legði höfuðið sér og síðan gaf hann andan frá sér. Í þínar hendur, Faðir. Svo sér hann hermanninn koma með spjótið og stingi síðu hans og kemur út vatn og blóð.
Hann er fyrsti lærisveinninn sem að trúir því að Jesús sé upprisinn. Þegar hann kom inn í grafið sem Jesús var lág og menn voru að tala um að hann hefur verið rændur eða tekin í burtu eða eitthvað svoleiðis. Þegar Jóhannes kemur inn og sér að höfuðdúkurinn er brotinn saman, það er ekki eins og einhver ræningjar hafi komið inn og allt sé á rú og stúi, það var friður, það var eitthvað sem gerðist. Og Jóhannes segir, hann gekk út úr gröfinni, hann sá og hann trúði. Það voru ekki englar sem birtist honum eins og Maríu Magdalenu, eða hann sá Jesús síðar upprisin þegar hann birtist öllum. Hann sá og trúði, það var eitthvað sem gerðist hér og fór niður í hjartað. Og nú ert þú, og við skulum ljúka núna, þú ert í þeim sporum við öll. Við eigum sennilega Jesú í okkar hjarta. Ég veit ekki hvort einhver hér inni sem ekki verið játa hann með vörum og trúir í sinu hjarta. En tökum núna trúarskref. Viljum við sjá landi fyrir Jesú. Þú ert stórkostlegt verkfæri sem Guð vill nota og ekki bara það heldur við Guð líka, þú veist, opinbera þér hluti, nýja hluti, gefa þér nýja sýn, gefa þér nýjan kraft inn í þínar aðstæður og inn í þínar kringumstæður. Ég held að við ættum að rísa öll á fæti núna og ef það er einhver hér inni eins og er í sporum Egils, þegar var kallað fram, viltu koma fram og biðja með mig frelsisbænina? Ef það er einhver í þeim sporum, þá endilega komdu fram og líka ef einhver er í þeim sporum að ég þrái meira eða það er einhver barátta í lífi minni, ég er að glíma við einhvern sjúkdóm eða það er eitthvað í hausnum á mig sem ég losna ekki við, þá endilega komið fram og við biðjum með okkur að farðu hérna út í kvöld með það í huga þínum að við erum hermenn og við ætlum að vinna þetta land. Nú ætlum við að standa saman og bara hlaða byssurnar og við ætlum að stíga út og sjá fullta nýju fólki frelsast og læknast á þessu ári. Eru þið með mér? Þið megi gjarnan koma þá hérna fram sem ætlaði að þiggja bæn og fyrirbindurnir koma hérna þá líka. Við skulum hérna, ég ætla að biðja stutta bæn. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að þú ert með okkur núna og ég bara bið þess í Jesú nafni að þú talir inn í líf okkar allra. Það er tilgangur og áætlun sem þú hefur með líf hvers og enn sem hingað er komið, Drottinn. Og ég bið þess að það megi ekki vera höfuðtrú, hugarþekking, heldur megi þetta færast niður í hjartað. Hjartað megi vera þannig að, vá, þú ert raunverulegur Jesús og þú vilt opinbera þig sjálfum, okkur sjálfum, Drottinn minn. Þannig við ljúkum samverunni núna formlega, en endilega vertu með okkur í bæninni. Ef þú vilt tala við okkur, eiga stund með okkur hérna, þá gjörðu svo vel að koma fram. Ég þakka fyrir mig og vonandi fæ ég að flytja ræðuna mína seinna.